Þögn er náttúrulega mjög mikilvæg og sérstaklega er þögn mikilvæg í hljóði. Ef þú getur talað hljóð í mínu tilfelli sem listamaður sem vinnur mikið með hljóð. En þögnin sem ég að nota til dæmis í kærleiksskúlunum núna, hún er náttúrulega þögn sem ég ætla ekki að fullyrða neitt, en mér finnst fallegt að hugsa þetta sem eitt moment sem gerist á hverjum sólarhring. Og yfirleitt að næturlagi og maður verður mest varð við þetta kannski svona á björtum sumarnóttum þegar allt er kyrrt að fuglarnir og flugurnar og vindurinn og náttúran raunverulega bara þagnar í smástund og svo byrjar suðið aftur og pípið aftur og þetta er akkúrat stund sem ég náði að taka upp þarna 1986 austur á Arnarstapa. En er marg oft upplifað þetta. Fólk sem hefur upplifað þetta talar þetta sem svona galdramóment að það verður einhvern veginn svona algjör svona pakki af þögn til og svo byrjar þetta bara eitthvað nýtt. Þannig að þetta er dálítið svona eins og að náttúran og umhverfið sé einhvern veginn að resetta sig og byrja. Þetta er bara svipað eins og heilinn á manni gerir og hef alltaf hugsað þessa upptöku og ákvað að afrita þessa upptöku inn á stærri spólur, 4370 metra af þögn, íslenskri þögn. Þannig ég náði 1 sekúndu inn á 1 meter og þann meter sem inn í kúlunni. Ef þetta nær að, leyfa fólki að eiga svona fría stund fyrir sjálft sig, að þá er tilgangnum hjá mér náð í þessu.